Logi Bergmann, fjölmiðlumaður og stjórnmálafræðingur. Já. Ekki? Jú. Velkomin 24/7. Takk. Það er gaman að fá þig. Hérna, ég búin útskýra fyrir aðeins konseptið, en ég vil bara henda mig beint í þetta. Við vorum líka að byrja að ræða hérna í tengslu þetta áður en við byrjuðum. Botnaði þetta, fjölmiðlar eru? Bara einu sem ég þekki. Þú veist, eiginlega. Ég hef búin að vinna í fjölmiðla í hvað? Ég þóra alltaf að fara með þetta, sko. Ég hef búin að vinna í fjölmiðla í 35 ár, held ég. Já. Það er ekki drögl. En það er bara, ég hef bara verið þannig. Og þetta er eitthvað sem maður dettur óvart inn í og finnur sig í og svo líða árin og maður svona, þú veist, já, þetta er það sem ég á að vera að gera. Þú veist, mér er stundum búist vinna við eitthvað annað en ég veit ekki, ég er bara alltaf, þú veist, þetta er bara minn heimavöldur, sko. Hvað finnst þér grípaði við, hvað finnst þér, af hverju er þetta þinn heimavöldur? Veit það ekki alveg. Hluti af þessu sko, þú veist, fegurinn í þessu, út alltaf að hitta fólk, út alltaf að eiga við nýja hluti á hverjum degi og þetta er bara mjög skemmtilegt. Sko, ef þú ákveður að hafa þetta skemmtilegt, þetta er fullt af leiðilegu fjölmiðlafólk líka, sko, sem ákveður bara að vera leiðilegt, en það er alveg, þetta er mjög gaman. Það er gaman í vinnunni, mikil orka sem myndast á fjölmiðlum, á sko góðum fjölmiðlum, á góðum tímum, farið orku sem þú finnur held ég eiginlega hvergi annars staðar. Og þetta er bara gaman, ég hef bara mikil áhuga á fólki og það, þú veist, það er svona ég að þessu. Hversu mikið spila fjölmiðlar áhrif á bara umræður og hérna bara líðan fólks? Sko, þú veist þannig séð, fyrir utan heita pottinn og bara eldhúsborðið og eitthvað slist, þá eru eiginlega allar umræður í fjölmiðlum. Þú hvort sem það er sko, þú veist, Facebook eða Twitter eða hvort sem það er dagblöð eða sjónvarpið eða útvarpið eða hvað það er, eða podcast. Þannig að sko, það hefur alveg rosalega mikið að segja. Við höfum alveg séð sko miklar umræður það að fólk óttast það að ákveðin sjónamið taki yfir að ákveðin sjónamið sem hafnað, þannig að sko umræður í fjölmiðlum hafa gríðarlega mikil áhrif á samfélagi. Og það sem hefur líka áhrif á sem ég veist verið svolítið merkilegt og ég skrifa hann pistil daginn, það er svona þegar mynda svona bergmálshellar þar sem að sko þú ert á þínum stað, það getur verið þinn fjölmiðill, það getur verið Facebook, getur verið Twitter og þar er bara fólk sem er meira og minna sammálaðir og þú veluðir fólk í kringu þið sem er svona meira og minna sammálaðir þú veist, viniðinir sem eru þið sammála, þú bara allt í enn komin hóp, þannig upplifir að allir sé á þinni skoðun. Og þetta er eiginlega hættulega sko við samfélagsmiðla held ég sko, þar eru meiri líkur á að lokast inni heldur en í svona hefðbundi fjölmiðlum. Þar ertu líklegir til að fá viðhorf sem að þú svona einhvern veginn mæta þess svolítið og þú þarft aðeins að velta fyrir þér. Já, mér finnst áhugaverð sko með hérna eins og algoritmi lætur alltaf okkur sá þessum við erum vön að klikka og sjá og þá sjáum við bara þær upplýsingar og það gerir sama fyrir alla þannig að þetta, þá er maður bara fítaður af þessum upplýsingum sem styðjaði mann sína á heiminu eitthvað svoleiðis. Þetta er gert til að þið líði vel. Já. Og þú sért svona með þínu fólki og þú sért meira á þessum stað að því þú ert líklegri til að vera meira á einhverjum miðli sem er sammálaður heldur en ósammálaður. En þú veist, er henni pínu hættulegt og þú hugsaður ekki út í það. Já, af því þá festist maður að sinn sannleikur að hvernig maður horfir á heiminn eða hvað upplýsingar maður sér að það sé heilaði sannleikur. Ég ætlans mjög gaman að vera á Twitter og það ætlans sá ég engan tala að kjósa Framsóknarflokkinn sem vann stærsta sigurinn og alls engan held ég tala að kjósa Flokk fólksins sem að þó sko, þú veist, þrefaldaði þingmannafjöldan. Af því þar er allir einhvern veginn á stóru ásónum og svona sko. En þannig þar grípur ekki það sem er að gerast bara í kringu því að bara venjulegu fólki að þú lokaði bara inn í þínum helli. Ég velti í fyrir mig hvort það tengist við lítum líka alltaf á hlutina svolítið svart og hvítt sko, hvort það sé ekki bara eins og við gleymum þessum gráu svæðum eins og við gleymum Framsóknarflokknum, við gleymum hvað er samleitt milli mín og þín, þú veist og svo framvegis sko. Og svo bara gerist það bara mjög margir vilja bara vera eitthvað stað svona mitt og er ekki svona, þú veist öskrandi reiðir eða þú veist, með alveg ofsalega einbeittar skoðanir í einhverjum málum heldur ég vilja bara hluti í gangi. Já, mér finnst erfitt að vera með skoðan því ég skil alltaf alla pólana einhvern veginn, að þú veist, ég skil allar hliðar. Já, mér finnst ekkert mál að vera með skoðan. Það er bara mjög einfalt, sko.
Mér finnst þið þurfa að skoða svo mikið upplýsingum, áður en geimi skoðunina kannski. Já, sko, oft er þetta svona grunnskoðanir, sko, bara hvort ertu, þú veist, hægri eða vinstri, sem er eiginlega búið, nú er þetta meira svona frjálslindi íhaldssemi, sko, skilur, þetta er svona ásar sem alltaf, og þú skilgreiniði upplifiði öðru hvoru megin við annarkotn ásinn. Og þá ertu svona nokkurn veginn komin að einhverju niðurstöðu, en svo þetta bara að finna aðeins betur út við, en þú veist, það komur svona upp svona hlutir sem að skipta fólk í tvennt, svo bara bólusetningar, og mjög margt í pólitík, og þá yfirleitt veistu hvoru megin svona nokkurn veginn þú ert. Já, til dæmis með bólusetningarna, sko, ég var svona, ég skoða þetta bara mjög vel, ég er bólusettur, skilur, en ég, og með að svo grimt hvernig fólk var að taka á þeim sem voru ekki bólusettir, kannski einhver skilningu fyrir því, en ég skildi samt líka þeim sem voru ekki bólusetningu, þrátt fyrir að ég fannst rétt fyrir mig að fara í bólusetningu og finnst það rétt, skilur. Ég er ekki með þér hérna, sko, eða þannig, þú veist, þú náttúrulega, í grunninn styði það að fólk taki sína ákvarðanir sjálf, mér finnst það bara að vera svolítið mikið lykilatriði. En þegar þú metur það sem svo, að þú sett búin að googla svo mikið, að þú veitir meira í vísindin, þá getur hoppað fræska til. Ég er bara það, sko. Þú sérstaklega, þú veist, ef þetta eitthvað svo mikið að spá í heilsuna, ég er lífið svo hollum mataræði og svo ég eitthvað upp úr einhvern kýmverskum dunk og blanda það í einhverju vatni og drekkur þetta hverjum degi, en þú ætlar ekki að taka lyf sem að, sko, sem vísindamenn mæla með. Ég veit það ekki. Ég er meira að ég get skilið fólk sem kemst að þessar niðurstöðu hinum minn, fattar það mig? Já. Kannski meira það. Og svo er ég líka, þú varst á mér bara. Ok, bara you do you. Þú bara gerir það sem þú vilt gera. Það er bara þín ákvörðun. Og þá mætur þau bara afleiðingunum. Og það er það bara þannig. Algjörlega. En mér langar að fara í svona þróun fjölmiðla. Við tölum aðeins það, vorum aðeins að koma inn að fyrir ánum við spilluðum. Hvernig, nú ætla að vera 35 ári í þessu. Og ég velti fyrir mér, sko, að því að, veist, til dæmis er svo, hvað er mörg podcast komin og allt í einu getur fólk vera að hlusta á podcast í 2-3 tíma og kannski fyrr var haldið að fólk hefði bara athygli eða eitthvað í korter eða eitthvað svoleiðis, en þú veist, ég er að veltaði fyrir mér. Sko, ég er á því að podcast er á löng. Og aðalega vegna þess að, sko, þú býrði eitthvað til, alveg saman hvað það gerir, menn að, við vorum að gera einna spurningabómbuna, mjög skemmtileg þáttur. Þá tókum við upp 1,5 tíma, svo styttum við hann í 45, því þannig var það best, skilur við. Það fullt að drasli sem kom inn á milli sem að bara við klipptum út af því það var ekki nógu gott. Og mér finnst flest podcast bara vera of löng. Ég vil hafa þau bara, og stundum eiginlega, finnst mér vanta pínu metnaði að segja bara, ok, þetta, við tölum þetta var ekki nógu áhvert, klippið það út. Þannig að menn, þú veist, það er það skref sem ég finnst podcastin eiga eftir að taka, sem er svona eftirvinnslan og svona svo metnað sem felst í því að gera þau eins góð eins og ekki dórið. Já, og vera bara svona hnitmiðurinn. Já, og bara ákveður, sko, ok, svo, og mjög oft, sko, ég menna, þú veist, ég hef verið að gera svona þætti, þá ég kannski snert á einhverju, prófaði eitthvað efni og þú veist, ég er að tala, sem ég sé að tala við þig og við tölum eitthvað, svo finnst mér ekki nóg áhvert, þá bara slepp ég. En ég veit ekki hvernig það kemur út finn ég prófa. Þannig að þú getur alveg tekið upp podcast í 2 tíma, svo klippar það bara niður 50 mínútur. Og þá er það betra. Og hérna, þá losnar maður við svona alls konar svona eitthvað fólk að tala hlut sem hefur ekki raunverulega skoðun á. Nei, og þá farið kannski meiri upplýsingar á styttri tíma sem við kannski að leitast eftir. Já, það getur hlusta á fleiri podcast. Og þá verður þetta líka meira svona miðl sem að, sko, það sem hræði mig stundum frá þeim er bara hvað þau eru löng. Það er svo hræðilega löng. Að hérna, ég hlusta á eitthvað og það er bara, þetta er 2 tímar. Ég bara ekki 2 tímar. Það er ekki til. Það? Ég veit það ekki. Ég hef hlusta á það bara skömmtum. Já, en þú veist, stundum, og mjög oft er að þau byrja rosa vel, svo eitthvað svona bara... Kostnaði aðeins úr þeim, það er rétt þér. Ég eins og með Hessa, fyrst ætlum við bara stuttur og hnitt með það, fyrstu þættinu voru bara klukkutíma ákvæmlega. Ég fannst mér náttúrulega mjög svo gaman að spjalla. Og ég kannski, og mjög svo gaman að, og ég er svo áhugasamur og svo forvitinn og allt þetta, að þeir lengdust alltaf þættinir. Þá var ég svona, ok, hvort ef að halda frá með konceptið og hafa bara stutta, bara klukkutími, eða hafa lengri og, þú veist, eða besta leiðin sem er bara að hafa á lengri og stytta á.
Þá getur bara valið inn í það og raða þeim upp, sko, hvernig þú vilt hafa það, sko. Það verður pæling. Já. Það er áhugavert. Þannig að við höldum bara áfram. Já, við bara gerum bara eitthvað. Hvaða bók hefur haft mest áhrif á þig? Og hvað lærðir á henni? Vá, maður, ég veit það ekki. Þú veist, ég ekki mikill svona bóka, þú veist, ég les ekki ég ekki mikill sjálfshjálpar bókarmaður, sko. Nei. Bara alls ekki. En það komið svona bækur sem hafa gert það verkum að mér hefur langað til að lesa meira. Þú veist, þegar ég var sko svona, ég veit ekki, svona 15-16, þá fekk ég dellu fyrir íslenskum skáldsögum. Það ég 1.000.000 menn eftir Óla Gunnarsson og svona bóki sem kveikt í mér með það þegar ég uppgötaði að íslenskar skáldsögur gátu verið skemmtilegar og áhugaverðar og greipum mann, sko. Og ég las bara basically allar, mér finnst eins og ég hef lesið allar íslenska skáldsögur sem kom út þarna bara okkur 10 ára tímabili. Las alveg rosalega mikið, sko. Og þannig að ég svona, það hafði sko mikil áhrif á mig þannig. Og svo ein bók reyndar sem hefur haft áhrif á mig, sem var kannski ekki þessi áhrif sem þú til að leita. Hún heitir Little Red Book of Golf, eftir Harry Penwick. Og það kennslubók í golfi. Hún hefur haft mikið áhrif. Svona lítil, einföld bók með nokkrum góðum ráðum og svona einhverjum pælingum. Bætti það golfi á kallinu með? Já, það gerir það, sko. Það fór maður að hugsa líka öðruvísi golfið, sko. Það er að segja, sko, hugsa það þannig að maður fær meir út við að vera skemmtilegur, sko. Og vantar svona bók lífið bara. Hvernig þú fær meir út við og það vera skemmtilegur. Já. Ertu hvað ertu með fólkjöfu? Ég kom upp í 10 núna sem ekki gott. Ok. En ég á leiðinni niður aftur og nei, það var erfitt sumar. Ég svo hræddur við tíman sem fyrir golfið, sko. En ég hef heyrt síðan að þetta sé, sko, ef maður tekur bara allar breytunar, út að labba, kannski með vinninum, út að keppa og finna fyrir einhver litlum bætingum. Þetta náttúrunni, en í rauninni þetta tapp í ansi mörg bók, sko. Og tappar eiginlega allt og það sem sko skemmtilegast þetta er félagskapurinn, sko. Já. Ég lít hana og ég hef bara byrjað að spila fyrir 17 ára þegar við félagarnir byggum til svona klubb sem að hittist bara einu sinni í viku, spilar bara einu sinni í viku bara frá maí og fram í september. Og það er svona hópur sem hefur orðið úr sem er bara frábæri vinnir og maður býður spenntur eftir hverjum þriðjudegi. Þá hittumst við og það er keppni og það er trash talk og það er veðmál og það er allt sem gefur og svo er þetta bara líka að slappa maður kannski eitthvað 12 kilometra í alls konar veðri. Og þetta er náttúrulega, það er krefandi við golfi og hefur svo mikið tíma til að hugsa, þannig að þetta er svo erfitt upp á, sko, maður ekki vera með ákveðin jafnvægi á að verði ekki stundum pirraður það gengur ekki allt með Já, það maður þarf langlið ekki, það er svolítið það sem maður þarf í golfið, en það er, sko, ég finn það svolítið vel og ég er mikið að reyna að koma konunum inn í golfið og hún hefur ekki alveg þolinmæði þetta, en þolinmæði er alveg lykilatriði og biðin eftir litlu breytingunum getur stundum tekið svolítið tíma, stundum er þetta 2 skref áfram og 1 skref aftur á bak, þetta gengur þannig, sko. En ég meina, þetta er ógeðslega gaman. Ég var einhvern landslýsþjálfari í golfi sem sagði að oft, sko, forstjórar fyrirtækjum tóku, sko, einhverja sem var að ráða inn í golf áður en rauða inn þess að sjá hvernig þeir að díla við alls konar hluti, sko. Já, ég held að, sko, golf er ákendis, sko, golf og bumbubolti held ég sé ákendis mæling á hvernig karakter þú ert, sko, já. Að því það er eftir líka í þeirri stöð að þú ert, að það ræsir í það keppnisskapið. Já. Ég held að þú vilt vita hvernig maður er, þá er gott að ræsi í honum keppnisskapið og sjá hvernig hann mætir mótlæti og svona. Ég er svolítið hræddur umbolta, sko. Ég er skítræddur, sko. Sko, að hausinn vill en líka maður fylgir ekki alveg, sko. Ég hætti í fyrir nokkrum árum, bara átt að njánum á mér, sko. En það var erfitt. En þú veist, skapið, þess að hann gæti hlaupið í mann og keppnin í einhverjum, sko, hádegis bumbubolta í framheimilinu eða eitthvað stað, sko, sem engu máli skiptir í stóra samvikið hlutarna. Nei. Það er bara, þú veist, ég hef mikið keppskap. Já, það er líka ógeðslega gaman. Já. Hvað helst einu sinni að vera satt sem úrstu öðru máli í dag? Er eitthvað sem úrstu aflæra? Það er bara, það er svo margt. Þú lærir alls konar bara hluti, þú veist, eins og, þú veist, því lengra sem maður gengur, því meira veit maður. Ég hef lært alls konar hluti sjálf á mig. Ég held ég væri, þú veist, það var komið tímabil þar sem ég haldið ég væri mikill spaði og svo komið tímabil þar sem að mér finnst ég ekkert sérstaklega merkilegur. Það var komið tímabil þar sem að, sko,
mér finnst ég verið komið lengra en ég ætti að vera og svo akkurat öfugt, þetta breytist svo hratt. Þá komið svona tímabil þar sem maður hefur ekki haft þolinmæði fyrir hlutum og fundist allir vitleysingar en svo séð einhvern veginn seinna að allir hafa eitthvað til síns máls. Maður er alltaf að breytast. Ég er náttúrulega þeirri kynslóð sem að bara bjóst við því að við myndum öll deyja í kjarnorkusprengju. Það var bara raunverulegur ótti bara, bara í 80s bara að við myndum öll deyja í kjarnorkusprengju. Það var bara raunverulega líklegt. Og svo áttar maður sig á því bara þegar maður fyrir að hugsa máli lengra, það er engin glóra í því, skilur. Þannig að maður hefur ekki lengur ágjörð því, þá fær maður bara eitthvað annað til að hafa ágjörð á eða, það kemur bara næsta mál. Það er bara loftslagsmálin og eitthvað svona núna, En ég það er ekkert svona, ég hef aldrei staðið frammi fyrir einhverjum svona meiri háttar sannindum og svo hafnaði þeim alveg. Fyrir þetta að náttúrulega ég var kommunisti þegar ég var yngri. Ég hætti því. Það kláraðist. Já, þannig að þú ert alltaf að aflæra og læra eitthvað nýtt. Já, þannig er bara lífið. Þú ert alltaf að læra, þú heldur eitthvað og svo bara sérðu eitthvað og bara sérðu eitthvað gögn sem segja þér annað. Fylgir það ekki bara svona svolítið þroskanum? Jú, ég held að sé alveg klárt þroskamerki að sjá reglulega að þú hefur rangt fyrir þér. Já. Og ég ætla mjög góða vin sem að er núna algjörlega omvendt við allt sem hann var fyrir 20 árum. Bara hann hefur algjörlega umpólast og það sem ég finnst svo fallegt við hann og óþólandi það að fyrir 20 árum var hann algjörlega við sem hann hefði rétt fyrir sér. Með skoðan sem var hérna og núna 20 árum setna er hann algjörlega við sem hann hefði rétt fyrir sér, skoðan sem alveg hérna. Ég held ég að kannski ekki alveg verið þannig, ég hef aldrei verið einhvern veginn á þeirri skoðan, ég hef alveg vitað eitthvað er rétt og hafnaði svo alveg, maður bara svona, þetta mallast bara einhvern veginn áfram og maður, já, þetta er sennilega bara búin að eitthvað vilt sími, maður er meira þannig. Mér finnst heillandi fólk sem, sem breytir til í alls konar hlutum, hvort sem það skoðun eða eitthvað sem trúir á eða einhverja venjur, og því að sumir segja bara, hann hélt þetta einu sinni og var alltaf að segja þetta, en núna eins og það sé eitthvað veikleikamerki, en mér finnst það meira svona styrkleikamerki. Það sem ég segi með þessi dæmi, ég líti á alltaf sem styrkleika þegar þú þegar þú skiptir skoðun. En það er svolítið fyndið þegar þú ert jafn samfærður að skoðun núna sér rétt og þú varst jafn samfærður algjörlega hinn skoðun hafi rétt. Það er pínu spes. Þá er aftur komin í pólana, Já, þegar þú hoppar hann milli póla. Já. En þú ert í bæði skiptin alveg samfærður. Já. Þá ertu ekki að örugglega líta upplýsingar sem standast. Nei, þá bara, það sumir bara hafa þá trú að þeir hafi alltaf rétt fyrir sér. Og stundum hafa þeir það, Já. Og mér finnst það líka eins og með ákveðin hópar, Þú veist, það er ákveðin hópar sem að tilheyrir sem með ákveðina hugmyndafræði og hún er rétt, allt hitt er rangt, Mér finnst það bara svolítið hrókafullt. Bara, þú getur tekið þessa bólusetningu umræðu, Það er bara hópar sem lítur þannig á að þeirra bólusetja. Hann er algjörlega á þeirri og svo er bara annar hópur sem er akkurat omvendt. Og það er alltaf hættulegt að vera með yfirlæti. Þetta er svo miklu vitleysingar, ég veit eitthvað að gera. Svo les maður, skilurðu, bara fullorðið fólk sem bara getur klætt sig og keyrt bíl og gert alls konar hluti, sem er bara haldaði fram að þessi vera að sprauti okkur einhverjum róbótum og 5G-sendum og eitthvað svona, maður bara svona, leiðilegt að segja en þú ert sennilega fáviti. Það er bara þannig. Það er bara, í alvöru. Hvað átt að gera? Því maður er svo vanur og raunbörulind og svo mæti maður á svona hlutum stundum. Þú ert bara fáviti. Já. Hver er helsti vendipunktur sem þú eru upplegað lífin til þess að? Vendipunktarnir eru alltaf þessi sömu, það er þau eignast barn. Það er ekkert sem er meiri vendipunktur en að eignast barn. Og það er svo heppilegt eitthvað náttúran hefur gert þetta með meðgöngutíman, þú fær svona smá aðlögun og svona aðeins látið vita, það er eitthvað rosalegt að koma verður tilbúin, þetta 9 mánuðir en þetta er að koma og þannig að ef við myndum bara fá börnin í höndurnar bara, bara svona þá myndum við bara klikkast að því þetta er algjör pólun á lífið
og það sko það sem enginn hafi eignast barn og það sé ekki mest vendipunktur í lífinu. Ég kynntist konu minni, það var bara meiri áttar og mikill vendipunktur. Og svo líka bara því þessum bransa sem maður þegar maður skiptir vinnu, þetta lítill bransi, þegar maður hoppar á milli. Það er alltaf ákveðin vendipunktur. Maður skilur eftir vini sína og fer á annan stað og einhvern veginn byrjar bara nýtt. Það er líka vendipunktur. Þannig að það er alveg, börnin, makinn og vinna. Já. Og svo líka, kannski var það vendipunktur þegar ég ákvað að því það er ekki svona skarppunktur ég ákvað að fara í þetta. Ég bara, ég var bara í menntaskóla og var ekki að gera neina stórkostlega hluti þar. Og kemur bara, kennaraverk ár eftir ár og allt í einu býðst með vinna við þetta og ég segi bara, ok, væði helnótt, fer að gera þetta. Svo bara er ég þar ennþá. Heldur að það hafi þróast einhvers konar ástríða fyrir því, að fattar það mig, hafa byrjað og þú hefði þá allt í einu? Nei, ég var alltaf spenntið fyrir þessu. Þetta er eiginlega svona sniðið fyrir mig, svona gaurinn sem mig, sem að hafa gaman að tala og heldur hann hafa rétt fyrir sér og þarf að segja einhverja hluti og það sem er algjört lykilatriði í fjölmiðlum, það er og ég segi stundu, það eru tvær ástæður, þú getur kannski skipt einhverjum hópi fólks í tvennt, að menn fara í fjölmiðla til að vera frægir eða til að skapa. Og þeir sem að fara til að vera frægir, þeir endast stöðnilega ekki mjög lengi. Já, það þarf að vera að koma svolítið innanfrá í rauninni, sköpunin og... Já, mér finnst eitthvað með þegar þú upplifir á þessi tættur að skapa, þá áttu bara að fara og gefa öðrum pláss. Er það ekki svolítið líka bara svona, má alveg tengja við margt annað, að þú veist, ef þú ert að gera eitthvað út af einhverju ytri, eins og frægur, þú veist... Það verður það ekki gott, því það kemur ekki frá góðan stað. Verður örugglega svolítið, og krefjandi örugglega að fylgja því, ef þú ert bara að býða fyrir ytri. Já, ég myndi halda það. En og hann er fjölmiðla, og tala um að skapandi og frægur, og að því að, eins og maður neikvæða fréttir. Já. Að þegar þú sér því topplistanum á bara öllum þessum síðum, þá er oftast bara neikvæða fréttir. Topplistin er venjulega Kim Kardashian, en ok. Eða eitthvað svoleiðis, Já, svona stóru fréttnar, neikvæða fréttir. Já. Og ég velti fyrir mér, því að náttúrulega fjölmiðlunni frá klikk til þess að geta fengið áhorf og auglýsingar og starfsfólk vil halda vinnunni og svo framvegis. Við klikkum náttúrulega fréttina því að við tökum frekar eftir neikvæð, við myndum ekki klikka mikið á jákvæða fréttir. Þannig ég er alltaf út og þannig að við getum ekki beint kvart að þessu því að við erum að klikka á þetta. En... Nei, þú veist, þetta er alltaf frá tíma af löngu fyrir klikkin, Það er þannig að þú byggir hús og lengi að byggja hús og svo er það bara klárt. Það gerist á löngu tíma, það gerist bara hægt og það er engin ákveðin tímapunktur í því. Svo brennur húsið. Það er alltaf frétt, að það gerist bara svona. Óvænta er alltaf mesta fréttin. Allt sem er og neikvæðar fréttir eru líka sem sagt, það sem hefur líka gerst er það að við gerum ekki rosalega marga fréttir það þegar okkur gengur vel og við gerum fréttir þegar okkur gengur illa og við gerum svolítið mikið af fréttum þegar einhver segir okkur gangi illa. Það er mjög áhugavert bara alltaf þegar kemur á kosningu þá ættu bara með ríkisstjórn og stjórnarandstöð og stjórnarandstöðan segir bara hér sé alltaf leiðin til helvítis og ríkisstjórn segir hér sé alltaf góða mál. Þetta er alltaf svolítið þessi tókstir þetta og það er yfirleitt þannig að sá sem teiknar upp slæmmyndina að því hann fær meiri athygli. Það er meira hægt að snerta á því og svona það er svona svolítið ákveðnari heldur en bara allt er í góðu fréttin allt er í góðu verður aldrei sögðu það er bara alltaf hitt sem kemur þetta er og þú veist bara til gömul skilgreining á þessu hundur bítur mann er frétt en maður bítur hund er miklu meiri frétt þetta er óvænta það sem er út úr daglega lífin. Ég held þessi líka bara hlýtur að tengjast líka hvernig við þróum við vorum alltaf að það sem hjálpaði okkur að lifa af að við vorum að taka eftir einhverjum ógn í umhverfinu sem mögulega valdi okkur skaða. Þannig að við erum meira, neikvæð er bara sterkara en það jákvæðurinn.
Já, ég held að sé alveg hann. Ég sem hann las eitthvað faktfúl eins og eitthvað, 2016 var eitthvað farsalasta flugárið bara sem hefur verið bara í mörg ár. Man ekki eftir að hvort það hafi verið fréttum að sennilega ekki. Ég efast það. Ég efast það, skilur mig. En sem myndi ekki nenn að heyra bara, já, í dag lendu 20 farsalar flugvélar á Reykjavíkurflugvelli. Það myndi ekki klikka það, sko. Nei, það er ekki fréttum að gjaldkeri ekki verið rétt tilbaka. Nei. En þú sé fréttum að hafa stólið penning, sko. Já. Þannig að þetta er svolítið, já, þetta er óvænta sem grípur okkur, Já. Hver er uppáhalds tilvitnunu þín og af hverju? Nekkur tilvitnur? Ég er alveg ógeðslega glataður í svona einhverjum besta útgáfuna sjálfur ég er mjög lélegur í því og gerir mjög mikið grín að því sko. Mín uppáhaldstilvitnun er bara eiginlega bara mín eigin bara, þú veist, sem er svona mín lífsbeggi sko, maður verður að vera lettur. Maður verður að vera lettur, já. Maður verður að vera lettur. Það er svona bara einhver ákvörðun það að hafa, þú veist, reyna að sjá það jákvæða í öllu, sko, yfirleitt þegar þú mætir hlutum, þá þú veist, þetta er svolítið eins og bara gatnamót, sko. Þú getur svona aðeins ákveðið hvora leiðina á ferð, hvernig þú mætir þessu, sko. Og ég reyni yfirleitt að taka léttu leiðina, þannig að reyna að sjá það jákvæða í hlutum og finna eitthvað broslegt við þá og reyna að halda áfram þannig. Og svo er annað sem ég segi oft sem er, sko, og ég sagði það, sko, bara you do you. Það bara, gerð þú bara það sem þú vilt, sem mér finnst vera líka bara góð pæling, sko, þú ræður hvað þú gerir og ég ætla ekki að fara að skipta mér að því, sko. Mér finnst það vera eitthvað sem við mættum hugsa stundum aðeins meira, sko. Ok, bara, vinir mínir gera stundum grín að ég noti þegar ég er skeptiskur og eitthvað, þá segi ég það er sjónamið sem tíður eiginlega mér finnst það fáranlega hugmynd, sko. En svona alls konar svona frasar og svoleiðis og svona Instagram tilvitnanir, þar er ég ekki á heimaðil, sko. Nei, ég bara tala alveg eins og hún nefndir, sko. YouTube, það er þá meira að, þú veist, ef einhver ætlar að gera eitthvað sem er einhver nákominn, bara gerur það. Og það er bara trúin á það að þú, sko, ég trúi mjög sterkt á frelsið. Og það frelsi til þess að gera það sem þú vilt svo fremur sem það skaði ekki annar eða gangi gegn hagsmuna þeirra. Og mér finnst það stundum gleymast, sko. Þú bara hefur frelsi til að gera þetta og við eigum að reyna að hafa sem mest frelsi. Þá er allt betra. En þú veist, þú veist, þurfum að hugsa náungan og allt það, sko, það er líkilatrið, þú hafið frelst til að gera eitthvað svo frem sem þú gangir ekki rétt annar. Algjörlega, þá myndast líka þetta sjálfræðið þú ákveður hvað þú ætlar að gera og hvernig þú gerir það og þá held ég að sé líklegur að fá einhvers konar innri hvatningu við að sinna einhverju hlutverki sem þér finnst geta máli, sko. Það er mjög góð hlutur. Og hafa svolítið gaman. Já, það er svolítið, sko, því að lífið er oft alvarlegt af mjög mörgum, sko. Já, svo er þetta líka bara ákvörðun, sko, það er annað sem önnur svona lífsbegg sem ég hef ekki áhyggjur af hlutur sem ég get ekki breytt. Já. Þú veist, áhyggjur eru ekki góðar, sko. Og maður er að reyna að takmarka þér. En fullt af fólk sem hefur bara áhyggjur af alls konar hlutur sem það getur ekkert gert í. Það er bara hægt að því. Ég veit að það er ekkert hægt að segja svona, en það er svo tilgangslaust að hafa áhyggjur af einhver sem þú getur ekki breytt. Já. Og eitthvað sem er búið að gerast eða hefur ekki stjórn á. Þú veist, vinnur minn sem vinn með, hann hefur áhyggjur bara af öllu. Hann er alltaf að finna nýjar og nýjar áhyggjur og ég er alltaf að gera grín á hann, sko. Af hverju ertu að áhyggjur þessu? Og það var svolítið fyndið, við vorum að fara að borða og vorum út á Tenerife daginn. Og hann var að borða, ég vil fara á okkur stað og hann vill ekki fara á stað, hann líst ekki alveg á hann og ég segi bara, en þetta er fyrirtæki í rekstri. Og það segi, hvað meinarðu? Þetta er fyrirtæki greinlega búið að vera þarna mjög lengi sem þýðir að þetta er í lagi. Og það er oft nálgast í hluti á þennan hátt. Það er eins og núna, þú ert að fara að fljúga. Og þú ert að fara að fljúga með, segjum bara að setja að fljúga með Max-vélunum, þannig sem hún er lendi í alls konar vesinni. Og þá er gott að hugsa svona, það væri ekki verið að nota þessa flugulega nema að vera öryggar. Þannig að þú hugsaður út í það, bara skaðin og tjónið og kostnaðar sem fest í því að flugur fest. Menn myndi ekki gera þetta nefnt að vera leið. Ef þú rökhugsar þig að hlutum, fyrst þessi veitingastæður er búin að vera opinn í 10 ár og gengið, þá hlýtur að vera í lagi með hann.
fyrst þessi vél sett í loftið af flugfélagi, þá lítur hún að vera örugg. Stundum mæti ég hlutum svona og bara reyna þannig að útiloka, þá þarf ég ekki á að gera þessu. Þetta er í rauninni að skora þessar órökréttu, óhjálplu hugsanir á hólm. Já, að því sko, áhyggjur er oft svo órökréttar. Það eru svo, einhvern veginn, ótti hann er ekkit skynsamlegur, sko. Nei. Og bara hrættur við eitthvað af því þú þekkir það ekki og eitthvað svona. Og það var oft gott að líta á svona hluti, segja bara, þetta lítur að vera í lagi, það er allt sem segir þetta verði í lagi. Og við fengum ekki maðan, þannig að við erum góður. Já, sé bara, þessi flugvél, ég er flugvélinni, hún byrjar að rapa, við hröpum, ég dey og bara, maður bara komist þangað, skiljum bara. Já, leið og ferð að leyfa eitthvað svolítið hugsunum að koma, þá bara, og ef þú ert veikur fyrir, þá bara verður það ábyggilega mjög erfitt, sko. Já, þetta ekki svolítið svona þessi pæling með að stjórna sem hefur stjórna og bara sleppa tökum og sem hefur ekki stjórna? Það hafa ekki ágjörð því sem ég get ekki breytt. Nei. Þetta er bara aðrunlýsbæn. Já, það er bara, og getur maður hægt að greina þar á milli og allt það, sko. Já, ég held að þetta er ákveð mynstur sem hefur komið upp, sko, með fólki sem ég tekið eftir, sko. Að því að maður á það til að vera með allt á herðum sér og hafa ómikla stjórn á hlutunum, en síðan bara þetta er rosa einfalt stjórnaði sem getur stjórnað. Ég veit ef maður segir þetta svona, samt er þetta náttúrulega ekki einfalt. Nei, þetta er sko, þú átt bara að ágjöra líka, þú átt að ágjöra fjölskyldunni þinni, að ágjöra eitthvað sem þú ert í, ekki einhvern flugleiðum yfir alltaf sagði, þú getur ekki breytt neina það, sko, ekki að ágjöra kóð, það er ekkert sem þú getur gert í þessu, sko. Nei, það er bara að sleppa tökunum á því, sko. Hvaða nýja trúvenja eða hegðun hefur bætt lífið hvað mest undanfarin ár? Trúvenja hegðun? Trúvenja eða hegðun? Ég sko, ég veit ekki, ég er farin að ég er farin að fara fyrir að sofa. Það er eitthvað sem ég held ég myndi aldrei gera. Nei. Mér bara mér finnst það gott og ég er farin að lesa aftur núna bara upp í rúmi og mér finnst það geggja, það er svona maður fer upp í rúm, maður er kannski ekkit rosalega þreyttur og þá les maður kannski 10 mínútur, korter, 20 mínútur þá verður maður svona vel þreyttur, sko. Og bara að þá tilbúin að fara svo. Mér finnst það hafa gert lífið aðeins, maður vaknar betri og maður er aðeins sterkari, sko. Og það sem annars sem hefur gert svona síðust ára, ég er farin að elda mat og ég kunni ekki að elda og ég hef þá afsökun að ég var náttúrulega alltaf bara að vinna á matpálstíma þannig að ég fór svona þess að fikra áfram í því og komst að því ég hef ekki gaman að því en ég er ekki eitthvað sem verður alveg bara skoppand út allt eldhús að finna ykkur krydd eða eitthvað en ég get elda sæmilega mat. Það var svona ákveðin sigur á sjálfum mér. Þannig að annars bara held ég sé bara hluti breyta svo hægt, ég tek ekki svona eitthvað ákvörðun að fara allt í einu að gera eitthvað, ég er ekki mikill kúramaður og svona, en svo var reyndar eitt sem við höfum gert, ég og vinnur minn förum í sund í Vesturbæjarlauginni á kvöldin, förum svona yfirleitt upp á 9 og erum bara 2 í gufuna og bara förum með málin og klárum daginn. Þetta gerum við svona 3-4 sinni í viku og við erum mjög góða vinnir og það er gott að svona fyrir svefnin að fara yfir málin með ykkur sem maður getur talað við og gott líka bara að sitja smá stund í gufu og svitna og það er bara þú veist að svona eiga á nótæla stund, maður kemur vel slagur heim, sko. Byrja á þessu fyrir svona 3 ára áraksleis. Og klára daginn kannski? Já, svona svolítið að klára daginn og svona oft kasta hugmyndum af, við Svanhildur tölum mjög mikið saman og allt, en svo líka gott að fara við eitthvað sem er ekki alveg inn í búblunum með manni og velta fyrir sér eitthvað, sko, hvað maður er að gera í ákveðnum málum eða bara, þú veist, tala daginn og einu, sko. Já, ég held að þetta sé ykkur rútína sem að gæti gefa manni bara eiga vini, það er bara það er alveg gríðarlega mikið atriði, sko. Já, líka að vera með þetta ákveðni rútínu, að hitta einhvern, þú veist, reglulega. Og svo fallega við þetta svo að það bara lokaði lögum kl. 10, það var eitthvað bara hent út. Þannig að það er ekkert eins og að tegist eitthvað úr. Nei, þetta er bara ákveðin tími. Já. Svo hann hættur að drekka hann, en maður fer ekki til bjóra eftir, sko. Nei.
þannig að þetta betra, sko. En hvernig ferðu upp í rúm þá? Þá ég komin upp í rúm svona kannski 11:30 eitthvað slags. Ég kalla, sko, 11:30 finnst mér vera að fara að snemma svo, fyrir miðnætti. Já, það flott. Hvernig ferð þú svo? Ég er svo leiðilegur einhvern veginn, ég fer bara upp í rúm 9 núna, sko. Ég ræs 5:30, sko. Af hverju óskapan? Af því að mér finnst ég oft annars gera bara ekki, mér finnst ég bara búa með daginn og mér finnst annars bara, auðvitað geti ég lesið lengur eða eitthvað sem mér finnst bara dagurum búinn og ég er svo afkastamikill á mótnana og mér finnst ég bara svona að vera að kvötta eitthvað klukkutíma af sem ég myndi bara fara oft ekki í eitthvað gáfulegt sem nýtast mér daginn eftir og þannig næ ég gera mér það sem ég vil gera, sko. Hljóma sjúklega leiðilega. En ok, þú veist bara, það er bara þannig. Ég gerir mig greið fyrir því að hljómar ekkert mjög vel. En þú veist bara. Já, hljómar sjúklega vel. Ímyndaði þér, það var ekki hægt að dæma þig. Hún gæti sér fóra einni skoðun sem gæti verið túlkuð sem óvinsælöðurum. Hver var þessu óvinsæla skoðun? Það eru sko... Ég hef alveg lent í því að halda fram einhvern skoðan. Ég skrifa pistla, hvern einasta sundarsmoka. Og þar hef ég alveg haldið fram ýmsum skoðunum sem eru svona oft bara svona frekar tempraðar sem að hafa sko bara gert fólk brjálað. Yfirleitt vegna þess að það hefur ekki svona kynnt sér, þú veist, það hefur ekki lesið það sem ég hef skrifað, það bara fengið einhvern úldráttóti en svona, ég veit ekki, ég held ég hafi ekkit sérstaklega óvinsælega skoðanir. Mér finnst mér finnst þessi nýja stjórnarskrá algjört rugl. Bara, þú veist, ég skil ekki pælinguna. Ég held að sé bara stórkostlegt, sko, að því, og á þeim forsendum að stjórnarskrá er eitthvað sem á að gerast, sem á að breytast hægt. Það er bara, þú veist, það er grundvallar hugmynd í stjórnarskrá er að hún breytist hægt, því hún er grunnurinn á öllu, hún má ekki, við megum ekki taka henni og snúa henni við bara eins og er hættan þegar við kannski lendum í einhverjum, sko, einhverjum, þú veist, ég segi ekki tískubilgjum heldur, bara undir einhverjum áhrifum af einhverjum isma sem að kannski næður okkur algjörlega, bara ekki lykilatriði að stjórnarskrá breytist bara hægt og rólega. Og þess vegna fannst mér allt þetta bingo með nýju stjórnarskrána bara algjört rugl. Og það er óvinsælt hjá bara mörgum og það er það bara þannig. En ég held að við að breyta stjórnarskrána en ég held að það gerast bara hægt og það gerast í sátt. Af því það er bara, það er það sem er lykilatriði í þessu. Og það var ekki sátt þessa nýju stjórnarskrá, það vissi enginn hvað hann var að kjósa og mér finnst þetta bara að vera, mér finnst þetta ekki góð pæling. Nei, maður sá þetta mjög vísvegar að vera graffiti í þessu. Fólk var svona bara með þetta var mikið svona graffiti og eitthvað svona og mér fannst alltaf vera bara ásalega miskilningur. Af því að það er svona, ég held þú eigir ekki að gera þetta svona. Nei. Það er bara mín skoðun og ég þekki mjög margt gott fólk sem er bara mjög hart á þessum vagni. En ég held einhvern veginn pælingin að fá einhvern hópa fólki til að búa til nýja stjórnarskrá hafi bara verið svona eitthvað, þú veist, hrunpaniki í okkur og svona samviskupið og eitthvað, reddum þessu bara svona. Ég er þar, sko. Já, hann er kannski með nýri stjórnarskrá myndi raunverulega fara ofrætt í breytingar og margar breytingar og það er kannski ekki rétta leiðin. Já, ég held að það sé bara ágætis leið að því, sko, við erum að breyta lögum, lög breytast endalaust, en stjórnarskrá, og til þess að það bara, þú getur breytt stjórnarskrá bara á miklu einfaldari hátt, held ég sé rangt. Það á að vera flókið að breyta stjórnarskrá. Það er bara þannig, það á að vera mikið vesen og það á að gerast sko, af mjög hugsuðu mál og það á að gerast í fullkominni sátt. Það er mín skoðan, þannig að mér veist þessi nýja stjórnarskrá ekki góð hugmynd. Og það munu ykkur byrja að sjá því, sko. Já. Það er góð pæling með, þú veist, eins og, ég meina, lífið er ágætið stað núna í Íslandi, skilur mig. Já. Það er bara gott að lifa hérna. Þannig að það virðist virka einhver leiti það sem við höfum verið að gera. Já. En það er hægt að betur bæta alla hluti og svona. En... Sko, önnur óvinsælskoðun er svo sem að ég, svona sem verið með það, sem að ég hef sagt bara þegar fólk er að tala allt sé ömurlegt á Íslandi og allt sé á leiðin til helvítis. Það er bara að bera okkur saman við aðra þjóðir. Bera bara saman, þú veist, bara laun, kaupmátt, þú veist, menntun, bara lífsskilyrði, heilbrigðismál, öryggi,
við erum alltaf á, þú veist, topp 5 eiginlega bara yfir allan heiminn þú veist, allur heimurinn bara vá, ég vildi ég var Ísland en við erum bara, sko, það eru hópar af fólk sem segir bara, hér allt ömurlegt hann bara alveg samfærir það og það sem að svona, þú veist, og ég veit að það alveg til fátækt fólk, sko og það þú veist og það sárt og það erfitt og það þurfum við að laga en svona svolítið svona verðum líka að horfa á þú veist, hvar við stöndum með aðra þjóð við látum alltaf eins og allt sé svo stórkostlegt á Íslandi vegna sem við þekkjum ekki annað við tölum að hér sé sko meiri fátækt og hér sé allt einhvern veginn verra og hér sé meiri spilling og það því við erum ekki búum ekki í öðrum löndum við búum ekki í Frakklandi við lesum ekki fréttir í Frakklandi við tala frönsku en ef við gerum það þá myndum við sjá að það er bara helvítið mikil spilling þar og í Bretlandi og alls staðar í heiminum en við erum bara svo upptekin af sjálfum okkar að því við búum hér og þannig að við sjáum bara allt eins og Íslandi eins og það sé nafnlega alheimsins Algjörlega, mér finnst líka að vanta þú veist að það hefur aldrei gott að vera lífi í sögunni Nei. Aldrei gott að vera til Það ágætis frasi sem einhver sagði að ég held að veri Pavel Bartósek sem skrifaði þetta einhvern tímann og það skal ekki bregðast að því betri sem fólki hefa því styttri að það veri kallað eftir byltingu sem svona að því sko þú venst bara því sem þú hefur og þú vilt hafa aðeins betra og þú vilt vera á okkur stað og þú áttaði ekki á hvort þú hefur það gott í stóru myndinni, hvort þú hefur gott eða slæmt þú vilt bara fá allir vilja fá, það er bara eðligastu hlutir í heimi og það er svona alls konar hluti sem að við upplifum að því skoðanir okkar eru svo mikið upplifanir við upplifum að við séum á þessum stað og þá í raun breytist það bara í staðrendir Ég held líka að þetta tengis sko að þessi, ef ættum bara heim þar sem bara allir bara fengu allt og bara allir bara rosa fólk myndi bara byrja að búa til vesen sko Það er alltaf þannig og það er alltaf eins og þú veist, það er svo sko skilgreiningin af fátækt er sem sagt lægsta tekjutíundin þú veist, þú skiptir fólki í sem sagt eftir tekjutíund og lægsta tekjutíundin er fátækt þannig að það segir sig alltaf að 10% þjóðarna verða fátækt og það er svolítið þannig og við höfum sem sagt sko og við höfum talað um mikla ójöfnu sem er og svo lítum við á bara mælingar, það er sko kallega Gini-stöðull sem segir sko jöfnuð og þar höfum við bara verið bara alveg frábærnum stað bara mjög lengi en við upplifum það ekki, okkur líða bara fólk sem líður ekki þannig og þá hafnar það bara þessu segir bara nei, mér líður ekki svona, þetta er ekki rétt og það er ákveðin hætta þá áttu komin í svolítið svona smá svona Trump-feeling sko sem bara hafnaði bara ákveðin sjónarmiðum af því að hún fannst það ekki, eða þau henduð ekki og þetta er alltaf þessi bárt og ég skil vel fólk sem er bara reitt og skil fólk sem að sko er fátækt og það er bara eitthvað sem þau erum að takast á við en það er svona alls konar annað fólk sem hefur bland sér í þessu umræðu sem að manna finnst eins og sé ekki að tala eftir staðreyndum Já, algjörlega, þetta er frekar eftir tilfinningum í rauninni og ekki líta á það er bara, við skulum ekki gera lítið á tilfinningum Nei, alls ekki og af því að ég man að sko markmið hafa til dæmis bara World Health Organization UNICEF var útrýma fólk úr algjörri fátækt að minnka helming frá árið 2000-2015 það náðist árið 2013 og það er markmið að minnka bara að útrýma fólki algjörri fátækt sem lifir á $1,9 á dag eða eitthvað sliðis árið 2030 eru þetta ekki magnaða fréttir skilur við? Já, þetta eru mjög magnaða fréttir og þú veist það sem breytti svolítið á mér að vera að fara alltaf Afríku ég var að gerði mynd fyrir ABC hjálparstarf sem er mjög magnað hjálparstarf sem styður börn til mennta í Afríku og koma þangað inn í bara fátækrahverfin í Afríku var bara svona spark í magann sko maður svona það kemur svona reiði og sorg og svona svolítið sjálfsfyrirlitning líka yfir því að vera ekki að gera neitt í þessu ég var að vera bara að drölla saman að þarna séu bara börn bara hreinlega degur hungri og þannig að
það alltaf nóg til að vandamálum, og ég sem einu sem ég að segja, sko, ég ekki að segja fólk eða kvarti, ég að segja bara við verðum að sjá það að við höfum það töluvert betra heldur en sko meiri hlutin í heiminum. Já, og þá erum við ekki að segja að sé ekki engin vandamál sem þarf að leysa. Ég myndi aldrei segja það. Sammála því. Já. Síðan spurningin. Já. Ef mættir einungis koma einu skilaboði á framfæri út lífið til annarra einstaklinga, hver svo skilaboð? Ég myndi segja bara, þú veist, reyndu að sjá það jákvæða í hlutunum. Reyndu að taka svona jákvæðu leiðin út úr. Því það er svo mikið atrið að vera á þeim stað og svona segja bara hérna og þú veist ekki bara sjá það jákvæð, heldur líka að láta gott að þið leiða. Þú veist, gerðu að því ég er ekki trúað maður, en ég á eitthvað svona skrítin hátt trúi ég á karma. Trúa það að ef þú gerir góða hluti munu góði hlutir mæta þér. Og það er ekki mikil rökjus en þó þau að þú veist, ég er típan sem þú veist, stoppa fyrir fólki í rigningu sem er sprungið. Þú veist, ég hef skipt dekk hjá ókunnugu fólki að því bara þetta er það sem átt að gera. Þú veist, maður á bara að hjálpa þeim að geta það. Þú veist, það er bara, þú veist, maður á að vera góð við menn og dýr. Og ég er þar, sko. Og svo er allir að fá sér kött. Allir að fá sér kött? Þetta er kattekar? Ég er mikil kattekar. Já. Það er hluta því, ég held að kettir gera okkur að betra fólki, sko. Já. Eða svona, þú veist, ég segja, og kannski fullt mikið sagt, en það er góðu skóla að eiga kött, og þá áttar maður að segja því að maður í rauninni ræður ekki öllu, sko. Nei. Já, þá áttar það á því að þú ert sem sagt með eitthvað karakter sem bara er vinnuðinn þegar honum hendar. Kemur skítið þegar honum hendar. Já, það er bara þannig. Mér finnst gott að hafa þannig. En ég held þetta sé þannig. Vertu bara, reyndu að sjá það jákvæði. Stundu það getur stundu verið erfitt, en ég held það sé betra. Og vertu bara gott fólk. Mér finnst það bara, og þú veist, stundum áttar maður sig á stöðunni sem maður er í þessari miklu forréttindastöðu sem maður er í. Og þá á maður að, þú veist, gefa eitthvað, þá á maður að gera eitthvað fyrir eitthvað aðra, maður á að styrkja hjálpastarf, þú átt að gera það, þú átt að láta gott að leiða. Ekki bara því að gefa þér svona góða tilfinningu, eitthvað svona sjálfsréttlætingu. Heldur vegna þess að það er bara eðli hlutarins, við eigum að hjálpa öðrum ef við getum. Já, algjörlega saman því. Já. Þannig að það er að þetta fókusum sem það hefur stjórnað, hugsa í lausnum, lítið á jákvæða. Já. Og sína góða áhrif á aðra og fá sér eitt stykki kött. Já, maður sé kött. En það ekki? Já, það er bara svona bónus. Það er bónus, sko. Það er bara dýr gera fólk betra. Já, ég er sammálaði. Og mér finnst svo pirrandi fylkingar, oft margir sem bara, ég hata ketti, sko. Já, ég skil það ekki, mér finnst hundar dásamlegir, en ég er bara meiri kattamæður. Ég held þessi líka meiri kattamæður. Já, það er bara, þú veist, það er ágætið vinn minn sem sagði eitthvað með hann sem átti kött og svo var keyrt á hann og hann dó og hann fekk sér nýjan kött og ég spurði hann að því hvernig að þetta er nú eldri maður sem sagði, og ég sagði, voru þetta eitthvað að spáði að fá þér hund? Nei, mér leiðist hundar, þetta eru fucking assleikars. Og og það er svona, þú veist, það er ákveðin pæling. En að þú veist, kettir eru bara, þeir koma bara til þegar þeir vilja vera. Já, bara nutta sér upp því þeir vilja bara vilja fá okkar, sko. Og þegar hún nær ketti, þá er það ákveðin sigur. Og nær hundi, þá er það miklu minni sigur. Hann er bara alltaf, þú veist, hann er alltaf flarandi uppið. Þannig að, verður góður, láta gott að leiða, verður léttur og fáðu gott. Ég held að þetta sé frábær bara loka orð. Já. Logi, þakka þér innilega fyrir að koma í spjall, það var mjög gaman að fá þig. Já, takk fyrir mig. Takk.